kæfan gefi gæti þín og blessi sorgir alla sefi. Það líf og fjör á stóru Ásgeirsá í Víðidal. Þar býr hann Magnús Ásgeir, hestamaður, bóndi og tónlistarmaður. Hann skortir ekki hugmyndaflugið en margt skemmtilegt í boði fyrir ferðamenn á staðnum. Fyrir utan gistingu hægt að fara á hestbak, klappa geitunum, fara í pottinn og skella sér á barinn í fyrirverandi mjólkurhúsi. Þar á Magnús þá til að grípa í gítarinn en það stefnir í útgáfu á öðrum hljómdiski hans seinna á árinu. Þetta bara var byggt sem fjós og hérna á Mjaltabósinn sem við erum og bak við myndatökumanninn var mjólkurhúsið og og þetta var bara mamma og pabbi hættu með kýrnar og ég breytti þessu bara svona hægt og rólega og komin hérna með bar og vínveitingaleyfi og massa stuð bara hafa eitthvað ofana fyrir bændum og sveitungum. Hvað það svona helst sem að þú býður upp á hérna? Bara stanslaus stuð. Bara eins og Palli? Já, sér það ekki? Það náttúrulega diskoljós allavega. Já. Og kóngarnir hérna på vegg. Já. Áttu eitthvað uppáhalds, eða? Já, Johnny Cash allavega svona. Já, Elvis alltaf líka. Hvað samband milli manns og hest? Það eitthvað sem best. Þú ert að fara að gefa út disk á næstunni. Já. Segja mér aðeins frá. Nei, þetta verður bara, ég held að þetta verður bara alveg fullt af góðum lögum og frábærum textum og með frábæra menn með mér og stefnan bara að slá í gott partí, útgáfupartí, vonandi ætlaði að gera það í apríl en sett á bara frestun og vonandi núna í lok sumarsins verður slegið í massa partí. Allt hérna frumsamið sem þú ert að setja diskinn? Texti og lag? Já, en textar eru líka, ég hef fengið vini hjálpa mér í textum, Einar Georg og Siggi og Sólmundar á einn og svo ég eitthvað, nokkra texta. Ég nú ekki rosalega djúpur sko en maður horfir bara fallegt landslag og þá kemur þetta bara. En lagið þarf nú að vera gott. Já, hvort mikilvægt að laga textið? Lagið held ég. Þú ert með aðeins meira en bara bar hérna á stóru Ásgeirsá. Segðu mér aðeins frá því. Já, ég með gistingu, 4 herbyggi og ég með eiginlega bara flottasta heita bott á Íslandi. Ég hef ekki séð neitt flottari sko. Ég ekki að fara í keppni en ég meina þetta bara flottasti botturinn. Og svo hægt að fá að fara hestbak hjá þér? Já. Já, það líka hægt að fara hestbak. Þú ert nú búin að prófa það. Heyrðu, og þú skemmtið þér. Ég skemmti mér mér sýndist það nú. Jú, ég viðurkenni það. Já, þetta var mjög gaman. Mjög gaman. Já, skemmtilega fallegt útsýni. Og ekki skemmi fyrir fallegu gæt. Ég segi það. Þú áttir hérna eitt slagara fyrir, frekar löngu síðan sem heitir Kremkeks. Já. Segðu mér aðeins frá því lagi, hvenær samtirðu það? Það var nú bara þegar ég var ungur maður í framhaldsskóla á Sauðárkróki á vistinni. Hvað lagið? Það bara kremkekssúkkulaði. Af hverju samtirðu lag Kremkeks? Þetta var bara eitthvað grín sko, held ég. Já. En það var allavega gott. 3 grip, málið dautt, góður taktur. Hvenær gafst þú út síðasta disk? Það lítur að vera orðin, ég bara veit það ekki, 4-5 ár síðan. Tími líður svo hratt. Ég ætli ekki verið 30. Jó, eitthvað svo leiðis. Allan að 5 ár. Myndirðu segja að barinn hafi aukið svona aðeins við félagslífið hérna í sveitinni? Félagslífið var gott í sveitinni bara einn áður. En það skemmti allan ekki.
Þú ættir að segja já, ekkert smá. Já, á sjálfsögðu. Come on, spila með. Ok. Nei, þetta bara fýtt staður, skilur. Já. Já, það bara, fólk skemmtir sig bara konunglega. Og fólk á bara, þú veist, ef það ekki viss, bara kemur það. Það fer brosandi í burt. Málið dött. Allir sáttir.